Þetta eru Lýtingsstaðir í Skagafirði. Þar rekin nokkuð öflug ferðaþjónusta þar sem íslenski hesturinn gegnir lykilhlutverki. Torfhús hafa verið hlaðin sem vekja óskipta athygli gesta. Þegar við á N4 litum við var Evelyn Ýr að sýna þýskum gestum torfhúsin. Annað húsið er hesthús en hitt er skemma sem geymir ýmsa hluti tengda hestum og landbúnaði í áranna rás og skammt frá húsunum er svo hlaðin rétt. Mér finnst svo rosalega gaman að spá í hestinum út frá sögunni og ég hef alltaf verið rosalega hrifin af torfhúsum en hér á bænum er ekkert eftir. Það var allt jafnað við jörðu eins og á mörgum bæjum reyndar og svo bara allt í einu það hafði ég hugmynd, mér vandar eiginlega að fá svona gamaldags, svona ekta hesthúsi og torfi svona til að auka upplifun ferðamanna þegar ég fer að tala sögu hestsins og þá fór þetta allt í gang. Þannig að þú hefur verið búin að hugsa málið í svolítinn tíma? Kannski ekki mjög lengi en ég er menningafræðingur og er alltaf að spá í alla hluti sem eru svona í gangi í kringum mig. Mér langar að vita af hverju eru hlutirna eins og það eru og vinn sem leiðsögumaður og þá er maður alltaf að leita leiðir svona til að miðla og þá bara, einmitt kom upp þessi hugmynd og ég let hana bara vera að veruleika. En varstu strax ákveðin í því að hlaða þetta upp sem sagt samkvæmt öllum þeim reglum og þeim hefðum sem að voru hér áður fyrr? Já, eiginlega kom ekkert annað til greina nema bara að hafa þetta svona alvöru, bara láta hlaða alvöru, ekki bara þú veist að byggja eitthvað hús eða skemmu og svo bara hlaða torf í kringum þetta svona til að fá ekta stemningin. En það er náttúrulega ekki auðfundin menn sem kunna að hlaða nú til dags á Íslandi. Þetta er bara, handverk eða heft sem er svona, bara næstum því að deyja út, kannski ekki alveg. Það er gert ýmislegt svona til að varðveita, en ég fann nú bara mjög góða mann hér í Skagafirði sem er að vinna mikið fyrir Þjóðminjasafnið, hann Helgi Sigurðsson frá Ökrum, og hann var bara strax til í það og hann kom bara að þessu verkefni alveg frá byrjun og og var að hjálpa til að teikna húsin og svo bara byrja að hlaða. Var það mikið verk? Já og nei. Þetta tók eiginlega ótrúlega stuttan tíma þegar við vorum að fara af stað. Ég held í heildina kannski svona 8 vikur í allt en vinnan sjálf hefur nú kannski ekki verið meira en kannski svona 3 vikur en svo þurfti alltaf að bíða inn á milli. En bara 1 ári eftir að ég átti hugmyndina þá var bara húsið að veruleika. Og svo réttin líka? Réttin líka, hann kom bara árinu á eftir. Það var eftir að hlaða hann og ég gat hjálpa til í því. Mér fannst það bara ótrúlega flott að hafa tækifæri til að hlaða með honum Helga. Og við vorum að nota öðruvísi aðferð með að hlaða svona til að geta sína. Það eru til öðruvísi hleðslu í torfvekkjum og það var bara mjög gaman að geta verið með í því. Svo ertu búin að sanga að þér hér gömlum munum sem að tilheyra svona húsum? Já, það var eitthvað til hér á bænum sem var sem sagt á Lýtingsstöðum og svo fór ég náttúrulega bara að kynna verkefnið og fólki var bara rosalega hrifin af því, Íslendingar í kringum mig sem ég er að gera hér og voru að hjálpa til að bara tína saman ótrúlegustu hlutir og það er bara mjög gaman og mér finnst bara mest gaman að fá einhverju hlutir það sem einhverju sögu er með og getur bara sagt fólkinni frá því og bara frá þessum hlut og koma svo bara inn á sögu og bara ýmislegt annað. En þegar þú ert að sýna húsin, hvað segir fólk og hvaða spurningar færðu? Já, það er náttúrulega, fólk kemur kannski misjafnlega undirbúin í svona leiðsögn, hefur kannski misjafnlega áhuga sviðir sem er að koma, þannig að það eru bara spurningar, stundum er bara mikið spurt hestinn, stundum er mikið spurt torfið, stundum hefðir eða menningararfið, það er bara alls konar spurningar og maður þarf að vera svolítið viðbúin öllum spurningum. En eru spurningar mismunandi eftir þjóðernum? Hvað segja Íslendingar? Já, það er nú ekki síður Íslendingar sem hafa gaman að koma hingað og ég einmitt að fá stóran hóp á morgun, held ég 20 manns eða 25 manns
og mér finnst ekki síður gaman að fá Íslendingar af því þá eru að koma svona öðruvísi umræðu náttúrulega. Það eru oft kannski einhverju konur eða menn sem hafa kannski ólst upp í torfhúsum og getur bara komið með einhverju reynslusögu og segja frá og það er bara gott fyrir mig að byggja upp svona sögu og reynslubanka. En það er mjög misjafnt svona eftir þjóðum og ég hef til dæmis verið með fólk frá Hong Kong og það er bara brest í grát hérna í húsinu. Sögðu bara að þetta er bara ótrúlega magnað upplifun. Við þekkjum ekkert annan með bara stór hús og bara allt úr bara járn og steinn og standa hér í moldarkofa. Það var alveg hápunkturinn í ferðalaginu. Þannig að hérna er tekið mikið af myndum. Já, það er tekið mikið af myndum og ég fekk í fyrra til dæmis ungt brúðhjón sem var að ferðast í kringum landi og var að mynda sjálfan sig í brúðkjólum og það kom hingað bara fyrir tilviljun og ég held að við vorum í myndatöku hérna í 2 tíma og æmið þessi myndir hér í okkar torfbæ með hvítum hesti. Það var mynd sem bara var valin eftir á til að senda vinum og ættingjum. En þegar þú varst að kynna þessa hugmynd, hristi ekki fólk bara hausinn svona í fyrstu? Já, svona í fyrstu. Hvað að gera? Ætla að byggja torfhús? Ertu eitthvað vitlaust? En bara leið að við vorum byrjuð þá bara kom líka fólk og var svona aðeins að fá að kíkja. Af því maður hefur ekki mikið tækifæri að sjá hvernig svona hús eru byggt. Og svo bara, leið að við opnuðum þá bara kom fólkið og fannst þetta bara mjög áhugavert og var líka dáist að því að ég skulle hafa svona hugrekki að bara koma sér í gang og koma sér í verk. Þannig að þú séð ekki eftir þessu? Nei, alls ekki. Síður en svo. Mér langar bara að halda áfram. Já. Hvað er næsta dagskránni? Það er svona stór spurning. Það hefur verið þinghús hér í gamla daga. Það hefur verið hálfkirkja. Þannig að það er ýmislegt sem hægt væri að kannski ekki endurbyggja vegna þess að húsin stóð ekki hér í gamla daga. En svona, hafa það svona sem fyrirmynd. Svo væri náttúrulega ótrúlega gaman að fá baðstofu eða eldhús eða bara heilt hús, bara heilt klappið. Þannig að þú ert sem sagt rétt að byrja? Ég er rétt að byrja, já. Og ég er meira en að segja bara með munir og hlutir sem ég þarf bara að fá rými fyrir, koma fyrir. Ég kem ekki öllu fyrir í hesthúsinu eða í skemmunni. Þannig að ég þarf að hafa eitthvað meira.